Komiði sæl og verið velkomin í klefan. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Öll ættum við að huga að hugarþjálfun, en allt íþróttafólk ætti nefnilega ekki bara að vera að styrkja líkamann, heldur einnig að styrkja hausinn. Því hann Hreiðar Haraldsson, eigandi af Haus hugarþjálfun með heimasíðuna haus.is, mættur hingað, en hann aðstoðar íþróttafólk, foreldra, þjálfara og íþróttalið að styrkja þá hugarfarslegu þætti sem grundvöllur árangurs og ánægju í íþróttum. En sjálfsög áður en að ég ætla að rétta honum mækinn, þá ætlum við aðeins að gefa smá shoutout á samstarfsaðila klefans. Það Powerade sem stærsti íþróttadrykkurinn á landinu og jafnframt opinber íþróttadrykkur stærstu íþróttaviðburða heims og klefans að sjálfsög. En við fögnum því að sporttapparnir eru komnir aftur í búðir á Powerade flöskurnar. Lengjan leikur sem hægt að tippa á úrslit íþróttaleikja og rennur hagnaðurinn til íþróttarhreyfingarinnar á Íslandi. Hvetið klárlega til að kíkja á Lengju appið. Auður sparnaðarreikningurinn sem þú varst hreinlega að leita af. Þú sækir appið og byrja bara strax að spara. Það eru nokkra leiðir, bundin og óbundin og vextirnir verðlauna þig klárlega. Kíktu á auður.is. Svo það Nutrilen Gold sem hjálpar einstaklingum með styrleika og braki í liðum. Það smyr og mýkir liðina og aðstoðar við að byggja brjóskið upp aftur. Hvetið svo sannarlega til að prófa. Hafið fiskverslun nammibúð íþróttafólksins með frábær gæði og mikla fjölbreytni. Íþróttakvöldmöturinn sem ætti að vera 2 sinnum í viku og þú finnur hann í hafinu og það eru 2 verslanir í Hlíðasmára og Spönginni. En Hreiðar minn, vertu velkomin í klefan. Takk kærlega fyrir. Hvað, hugarþjálfun, hvernig kom til að þú stofnaðir það fyrirtæki og fórst í þetta? Já, sko, ég var í sálfræði í Háskóla Íslands og vissi eiginlega ekkert hvað ég ætlaði að gera við sálfræðin, sko. Það var einhvern veginn kennarinn minn í FB náði einhvern veginn að kveikja svaka áhuga hjá mér á sálfræði, það var eitthvað voða gaman hjá henni, sko, og ég fór í sálfræði, en svo einhvern veginn bara vissi ég ekkert almennilega hvað mér langaði að gera við sálfræðina. Klíníkin var ekkert eitthvað sem að heillaði mig brjálæðislega mikið. Þannig að en svo ég var að spila handbolta á þessum tíma og við fengum í Víking svona snert af smá hugarþjálfun eftir áramót. Okay. Og þar kviknaði einhver svona áhugi hjá mér. Þar einhvern veginn svona fann ég bara hvað sú vinna gerði mikið fyrir mig þó þetta hafi verið í algjörum íflugumynd, sko, að þá einhvern veginn bara hvað sú vinna gerði fyrir mig og hvað mér fannst þetta áhugavert og þar einhvern veginn fann ég svona já þetta eitthvað sem að ég held að mér langi að nota sálfræðina í, sko. Okay. Og svo var þetta bara í einhverju desemberretri sem að ég sótti nám í Svíþjóð, einhverju bríari bara og komst inn, þannig að ég bara hoppaði út í djúpulaugina þar, fór til Svíþjóðar í þetta nám og sé sko alls ekki eftir því. Nei. Hvað nám var þetta? Var þetta mastersnám í íþróttasálfræði í Lundi. Nice. Já, þetta var algjörlega frábært, þetta var svona alþjóðlegt nám. Var þetta langt nám eða? 2 ár. Okay. Já, og það einhvern veginn bara, opnuðust svo bara, sá ég bara einhvern veginn hvað ég hefði farið á mis við risastóran þátt íþróttaþjálfunar. Já, ok. Einhvern veginn bara kynntist öllum þessum tólum og tækjum sem íþróttasálfræðin hefur og bara tilfinningin var einhvern veginn svona einmitt búin með svona nánast heilan handboltaferil en hafi aldrei kynnst þessu að neinu viti. Fékk þessa smá þjálfuna það hjá Víkingum sem var einhvern veginn svona bara smottir í, sko. En tilfinningin var einhvern veginn að ég hefði farið á mis í svo rosa stóran þátt íþróttaþjálfunar að hafa aldrei fengið að kynnast þessum tólum og tækjum og þessum hugmyndum, bara hvernig átt að takast á við það ef að þú finnur fyrir hnút í maganum eða kvíða fyrir keppni, hvernig átt að takast á við það þegar að þú átt liðsfélaga sem ekki þinn uppáhaldsmaður, skilur eða og öll þessi vinna bara með hlutin svo sjálfstraust og einbyttingu og allt þetta. Þannig að tilfinningin var einhvern veginn svona bara, svona ákveðin eftirsjá, og ég nota stundum þessa líkingu sem ég finnst svona ekki mega sens, sem ég finnst svona mega sens því að það var actually tilfinningi mín að núti að ég hugsaði bara svona, mér líður pínu svona eins og ég sé búin að fara í gegnum heilin íþróttaferil og
þegar íþróttaferlinum lokið að þá einhvern veginn ég að fá að heyra eitthvað sem kallast styrktarþjálfun bara eitthvað, þetta frábært dæmi til þess að gera það betri handboltamanni, þú veist, auðvitað hljómar það fáránlega, þú veist, en mér varst þetta bara vera álíka fáránlegt, sko, það hafa aldrei fengið neina þjálfun í þessu. Og út frá þessu hefur í rauninni bara sprottið svona þessi ástríða mín fyrir hugarþjálfun og fyrir því að kynna ungu fólki fyrir þessum verkfærum sem að íþróttasálfræðin hefur, sem að mér finnst ofta hafa verið líka bara stórlega vannýtt. Íþróttasálfræðin ég segi það að hún vannýtt ef við ætlum bara að nota hana sem einhvers konar meðferðarúrræði fyrir íþróttafólki í vesinni, sko, að fyrir mér á þetta bara að vera regluleg þjálfun, alveg eins og líkamleg þjálfun regluleg og tæknileg þjálfun regluleg, og þá á hugarþjálfun að vera bara regluleg líka, og það kannski ástæðan fyrir því að ég svo kampakáttur með þetta starfsheiti hugarþjálfari, að ég oft spurður að þessu, ertu ekki íþróttasálfræðingur? Nei, ég ekki sálfræðingur, ég hugarþjálfari og ég bara mjög ánægður með það, sko. Já, ég allan að mann, ég skal ekki tala gamla tíma, ef ég var í íþróttakonu í dag, þá myndi ég eiga fastan tíma í sjúkraþjálfun, ég myndi eiga fastan tíma hjá nuttara og ég myndi eiga fastan tíma til þess að vinna með hugan, sko. Akkurat. Það veist, ég myndi gera það. Já. En hvað hugarþjálfun? Hugarþjálfun regluleg vinna, bara svona bara viljandi, bara einhvern veginn bara með enska orðið í huga, deliberate vinna, einhvern veginn, þú veist, bara viljandi vinna sem regluleg, þar sem þú ert að setja inn einhvers konar vinnu sem að beinist að því að styrkja hugafarslega þætti í þínum leik, bara styrkja hausinn, hluti bara eins og sjálfstraust, einbeitingu, þrautseigju, samskiptafærni, Þegar þú fær fólk til þín og það vill styrkja sig á þennan hátt, og það heldur að það sé eitthvað, er það alltaf rétt að þau koma til þín kannski út af sjálfstraust, en svo var það kannski bara líka einbeitingin, eða þú veist, er þetta alltaf bara eitthvað svona beinlína, það þetta, eða? Nei, það nefnilega, þú veist, oft á tíðum akkurat svona það sem að þarf að vinna með kannski ekki endilega að augljósa, oft á tíðum upplifum við með eitthvað sem bara rosa mikill kvíði fyrir keppni, oft á tíðum snýst vinnan þar að beina athyglinni að ákveðnum hlutum, skilur, og það að vinna í rauninni bara með innbyttinga, hver þetta innbytta þú veist, og þá mitt oft þegar maður fer aðeins að vinna í því, þá finnum maður svona þessi kvíði sem ég fann fyrir keppni, hann ekki alveg eins svona yfirgengilegu núna, þegar svona aðeins að svissa fókusum á aðra hluti, skilur. Þetta kannski þetta líkir sig við ef mér illt í hnénu, og þá ertu ekki bara að trýta hnéð, þá ertu að skoða, skilur, kannski kálfana á mjöðmuna og ég vöðvana á milli, sko. Akkurat. Þetta svona, ég svona ímynda með það. Já, þetta algjörlega þannig, sko. En þú hefur verið að aðstoða svolítið íþróttafólki, hvað svona númer 1 sem að flestir að díla við, eða kannski nokkuð dæmi, en svona hvað að helsta? Ég held að svona það sem að svo vinna sem að ég mest að vinna með íþróttafólki, að hún snýst einmitt þetta sem ég var að koma inn á, bara svona þessi svona fókusskiptingu, að fá íþróttafólk af þessum stöðuga fókus á hluti sem það hefur ekki stjórn á, og einhvern veginn stöðuga svona framistu mati sem byggist alltaf á einhverju sem hún hefur ekki stjórn á, fattaru, og þannig við bara að tala hluti eins og samanburð, sem náttúrulega, og oft þetta líka þannig að íþróttirnar einhvern veginn þannig, og umhverfið í íþróttunum, að það ítir okkur oft svolítið í þennan fókus, skilur, að þetta ítir okkur svolítið í það, virði mitt sem íþróttamaður eða íþróttakona, það bundið í það að vera betri næsta manneskja, eða það bundið í hversu mörg stig skora í körfuboltaleiknum, eða fattaru, en allt þetta hluti sem við höfum mikið stjórn á, og þegar fókusin okkar svona rosalega ýktur þar, að þá getur að fara að hafa áhrif á svo mikið af bara hugarfarslegum þáttum, þetta hefur áhrif á sjálfstrausti hjá okkur, sjálfstrausti verður óstöður, að það sveiflast upp og niður með hlutum sem við höfum ekki stjórn á, sem bara getur verið styrkleiki andstæðingsins, eða hvernig staðan í keppninni, eða hvernig tölfræði mín fer á stað í keppninni. Þetta hefur áhrif á líka þennan svona framistuðu kvíða sem að íþróttafólk finnur fyrir keppni, að
þegar fókusin okkar svona mikið óstjórnanlega þætti að þá einhvern veginn verður sá kvíði þannig að hann ekkert að vinna með okkur eins og hann getur gert skilur, heldur verður þetta einhvern veginn meira bara einhver ótti við eitthvað sem að ég hef enga stjórn og ég hef með eitthvað verkefni í höndunum sem að getur verið að vinna íþróttakeppnina að vera betri en næsta manneskja eða einhver tölfræði sem að ég ætla mér að ná sko, að þetta eitthvað sem að ég fæ aldrei vissu að ég muni leysa skilur, þannig að þessi kvíði bara einhvern veginn þarna og ég stundum líki þessu við það, þú veist að þetta svona eins og munurinn á pressunni á að þurfa að vinna í lottóinu og pressan á að fara að kaupa lottó með veist, þetta einhvern veginn pressa sem hefur bara tvö mjög ólík áhrif á okkur þú veist, pressan á að vinna í lottóinu gefur mér í rauninni ekki neitt sko, nema bara ótta þú veist, ég bara einhvern veginn svona það gerist já, bara, þú veist, ég hef ekki mér langar mjög mikið að vinna í lottóinu sko, en þú veist, til hvers þetta ætlast að mér fattar við og einhvern veginn bara, þú bara verður að vinna í lottóinu, þetta bara krafa, þetta bara pressa þarna einhvern veginn þessi krafa, þessi pressa áhyggjur, kvíði, bara hvað við notum að, þarna þetta í rauninni ekki hjálpa með neitt, nema bara, eins og ég segi býr til ótta gagnvart verkefninu það eins og allt annað upp á tennunum þegar pressan svo að þú verður hreinlega að fara og kaupa í lottó með það bara, þú verður að fara að kaupa í lottó með þarna pressan, hún farin að mótivera hún bara ítir þér áfram í það sem þú þarft að gera og hún skerpir fókusinn að ef að ég verð nógu mikið að kaupa lottó með hann þá ég ekkert að fara að gleyma því sko. Og þetta svona svipað og bara munurinn á fókus þegar íþróttafólk fer inn í íþróttakeppni með fókus á það sem þú hefur ekki stjórn á að þá pressan farin að vinna og virkar svolítið eins og pressan á að vinna í lottónu, þú veist, þetta bara auðvitað vilja vinna leikin, en þú veist, hvað þetta ætlast til að mér, ég þarf líka að stóla á andstæðingin eða, þú veist, alls konar, sko, þannig að þetta myndi ég segja að sé svona kannski svo vinna sem að ég mest að vinna með íþróttafólki, að það að fá íþróttafólk aðeins þess að svissa þessum fókus, skilur, færa fókusin af og sleppa tökunum af hlutin sem þú hefur ekki stjórn á og gera ekki grein fyrir því að þú hámarkar líkurnar á að þessi hlutir detti með þér ef að þú skerpir fókusin á það sem þú hefur stjórn á. Ok. En út af þetta að tala keppni og svona kvíði versus stress þetta ekki það sama? Þetta svona, þú veist, út af því að þegar þú ert að keppa vilt alveg hafa svona smá stress að þú veist, ég upplifa alltaf bara, þú veist, ok, mér greinilega ekki sama en ég svo sem varð aldrei of stressuð sko, en þú veist þannig að ég var bara svona, ok, þetta greinilega skiptir mig máli og þú veist, og ef ég var ekki með svona smá búblur og fyririldi og stress sko, þá hugsa ég alltaf bara þú veist, ég ekki nóg einbeitt eða eitthvað svona sko. Akkurat. Hvar, þú veist, eitthvað sem einn upplifir sem kvíða upplifir annars sem stress og þriðji sem spennu, skilur en ég hugsa að ég segi líka oft bara, þú veist, að þú veist, kvíði náttúrulega orð sem við notum svolítið yfir bara greiningu, skilur þess að sé bara neikvætt þú veist, sem það sem við erum kannski farin að tala að þessi tilfinning farin að valda bara verulegum vandræðum, skilur, þar sem hún farin að bara farin að hafa áhrif á okkar líf á neikvæðan hátt þú veist, þar eru við kannski farin að tala kvíða sko, en stress að þetta eins og þú segir, þetta eitthvað sem að við þurfum að hafa sem part af íþróttakeppninni og ég held líka bara oft, þú veist, að hvað við höfum til stress að það einhvern veginn líka bara þú veist leið og við ætlum að fara að líta á stress sem bara okkar stærsta óvin skiluru, bara þetta bara eitthvað sem ekki velkomið hér í mitt líf sko eða í mína íþróttiðskun að þá oft verður þetta að kvíða bara ótti við stressið vera stressaður eða stressuð því að vera stressuð sko þá einhvern veginn verður þetta kannski að þessu sem við köllum kvíða þar sem við erum að tala eitthvað sem þarf að vinna með sko. En þegar ég fór á heimasíðuna og var svona að skoða eitt og annað mig langaði að vita þú veist, íþróttafólki sem að kemur til þín bara væntanlega á öllum aldri munur á ég ætla að segja vandamálina gæsalappa sem stelpur að eiga við versus strákar þetta bara allt sama eða finnurðu mun á kynjunum? Ég finn ekki mun ég verð bara að segja það sko þetta ótrúlega mikið sömu hlutinni sem að einstaklingarnir að vinna með ég held að stelpur séu kannski opnari með bara það sem þær
takast á við skilur. Þjálfarar segja það svolítið. Þær tala meira svona, og ég held að það sé kannski ástæðan fyrir því að margir kannski hafa þá hugmynd að vandamálin sem strákar eru að díla við séu önnur en vandamálin sem stelpunar eru að díla við. En svo, þú veist, þegar strákarnir koma inn í rýmyndum mín þar sem við erum bara tveir skilur, þá eru þeir bara að tala um það að þeir séu hrættir við að gera mistök og hrættir við hvað fólki finnst um það skiluru og allt þetta sem að kannski stelpurnar tala meira út af við, fattur hvað ég á við? Já, ég fatta alveg, meikar alveg sens sko. Þannig ég finn ekki stórkostlegan mun á vinnunni sem ég er að vinna með stelpum versus strákum sko. Já, flott, íþróttafólk er bara íþróttafólk. Já, það er svolítið þannig sko. Og ég hef oft velt þessu fyrir mér sko og ég hef svona pælt í þessu, ég að sjá einhvern mun skiluru en ég á allavega mjög erfitt með að koma auðvitað sko. Já, sem ég bara ekki. En ef við förum aðeins í sjálfstraust og svona kannski lykilatriðin í uppbyggingu þess. Hvað getur frætt okkur um þar? Ég get frætti mjög mikið um það. Kannski ástæðan fyrir og eftir. Já, ástæðan fyrir að ég mættur snemma til þess að við höfum allan daginn sko. Ég byrja kannski oft sko þegar við erum að skanna fyrir sjálfstrausti þá byrja ég ofta á svona líka svolítið að skanna bara fyrir vinnunni sem einstaklingur vinnur, þú veist, að það er einhvern veginn þar sem að ég legg alltaf svolítið áherslu á og þar byrjar sjálfstrausti, það byrjar í rauninni bara með vinnunni sem þú vinnur. Þannig að þar byrjum við alltaf að skoða bara bara hvernig ertu að vinna vinnuna og hvernig ertu að æfa, af því ég segi stundum að þú öðlast öryggi í því sem þú æfir. Við æfum öll jafnægir og æfa miklu meira en við keppum og þannig að við öðlumst öryggi í því sem við æfum. Þannig að ég segi ef við erum að æfa í einhverjum allt öðrum gír heldur en við erum að keppa að þá er það sem við erum að æfa, þá er það í rauninni það sem við erum að öðlast öryggi. Þannig að ef ég mæti til æfinga og ég ætla alltaf að vera einhvern veginn bara svona svolítið í öðrum eða þriðja gír á æfingum að þetta er bara æfing, skiluru, eða af því að hérna er ég bara að taka á vinum mínum eða vinkonum, að þá er annar eða þriðji gírin þar sem að ég mun öðlast öryggi. Og þá líður mér kannski ekki endilega rosalega vel í sjötta gír þegar ég fer inn í keppni. Og sama ef að ég ætla ekki að venja mig á ákveðið svona bara keppnishugafar inn á æfingum að þá er ég ekki endilega viss um að maður verði eitthvað rosa örugur í alveg keppnisaðstæðum þegar mikið er undir í keppni. Fattarðu? Þannig að ég byrja oft þar, þú veist, að fæ íþróttafólk til þess að velta þessu aðeins fyrir sig, bara hvernig ertu að vinna vinnuna hérna, þú veist, mínúturnar sem þú ert inn á æfingu, ertu inn á æfingu og gera hlutina af krafti og af svolítið bara því hugafæri að þú ert að æfa það sem þú vilt nota í næsta leika, í næstu keppni. Þú veist, ertu að stilla hausinn svolítið inn á það eða ertu að einhvern veginn að leyfa að vera aðeins sof léttur á því eða létt á því, skilur. Þarna tengi ég líka kannski bara svona, þarna kemur líka bara svolítið persónuleg reynsla inn í, skilur. Og það er eitthvað sem að ég finn reglulega að svona tvinna svolítið inn í mitt starf, þú veist, að það er bara svona þegar ég fara að reflekta á sjálfan mig, sko, þá var þetta kannski eitthvað sem að ég, þú veist, það var svolítið veikleiki minn, sko, þú veist, að ég horfði oft bara svolítið á æfingar sem tímanum milli keppna, þú veist, eitthvað tími til að drepa líka við, sko, en þú veist, sem að var bara aftur, bara minn veikleiki, sko, þannig að ég legg mikla áherslu á þetta, að íþróttafólk svona hafi þetta í huga, bara herðu, þegar þú ferð inn á æfingu í dag, að þá þarfst þú að muna það að þetta er æfingin sem þú þarfst að stóla á í næsta leik, skilur, í næstu keppni. Þetta er æfingin sem þú myndir að treysta á, þannig að ef að þú ert eitthvað sloppy á æfingunni, að þá hefur kannski ekki rosa mikið að treysta á þegar þú ferð inn í keppni helgina. Þetta er svona fyrsti punkturinn oft sko. En svo, þú veist, fyrir við hluti eins og bara þetta með fókusinn sem ég var að tala um á hann, það er líka bara risastór þáttur í allri sjálfstörfsvinnu hjá mér, að það er að færa þennan fókus á hluti sem við höfum stjórn á. Þú veist, mér líður betur með verkefnið að eiga að kaupa lottó með hann heldur en að vinna í lottóinu. Þú veist. Og þetta er það sem að sjálfstörfs snýst náttúrulega risastórum hluta að það er bara hvernig líður mér með verkefni sem ég stend frammi fyrir. Þú veist. Er verkefni það að ég verða stöðva þennan besta sóknumann deildarinnar í körfubolta, fattarðu? Að þá getur það verið verkefni sem að mér líður ekki droslega vel með að því að þetta er besti sóknumann deildarinnar, skilur, og hann lætur alla lítið illa út. Þú veist, eða er verkefni mitt að
þessa vörn þarf ég bara að spila af ákveðni og baráttu eða ákveðni og hörku eða þú veist, að þá það verkefni sem að í rauninni það skiptir engum máli hverjum þú ert að mæta, þú veist, vinnusemin eða ákveðnin það sama hvort sem þú ert að mæta besta sóknarmanni deildarinnar eða þeim slakasta sko. Þannig að þú veist, þetta snýst líka rosa mikið þetta, bara hvernig teknar verkefnið upp, það lykilatriði í sjálfstrausti. Aftur, þú veist, við getum fært alveg eins og með alla vinnu í hugarþjálfun að það svo auðvelt að færa hann yfir í daglegt líf líka. Já. Þú veist, það sem að við erum kannski ofta að láta verkefni í dagsins snúast að fólki þurfa líka rosa vel við mannskiluru og allir þurfi að vera þú veist, einhvern veginn hrifin á fötunum sem maður í eða klippingun sem maður hefur eða eitthvað, þú veist, þetta álit annara að það einhvern veginn, þú veist, þar erum við svolítið dæmd til þess að sjálfstörstu okkar sé ekki rosa mikið ef við þurfum einhvern veginn að samþykkja annara, veist, já, og þetta alltaf verkefnin, þú veist, ég hef enga stjórn á þessu verkefni, ég veit ekkert hvort þetta verkefni sé að fara að leysa sko. Versus það að verkefni sé kannski bara það að vera samkvæm okkur sjálfum og vita fyrir hvað við stundum, fattar við, og að hegða okkur í samræmi við það. Þannig að þetta einn hluti sjálfstörðsvinnunar, þú bara stoppa mig, þú vilt ég stoppa mig, sko. Ég get aldrei endalaust áfram, sko. Ég hugsa bara, ok, fólk getur lært af þessu, það það sem ég vil, sko. Já, akkurat. Svo náttúrulega bara þetta, þú veist, ég vinn mikið með þægindarhringin til dæmis. Já, herri, sko, ég nefnilega hlustaði daginn að tala þægindarhringin. Já. Þá var ég bara, herri, hann verður að koma. Mér fannst mjög gaman hvernig þú settir þetta upp og þú varst með skemmtilega glærur í kringum það líka. Ég kannski fæ að setja þægindarhringin inn á vídeóið hjá okkur. Já. Ég blikkaði, en já, vindum okkur í þægindarhringin. Já, sko, það bara annar hluti sjálfstörðsvinnu sem ég vinna. Það að svona hjálpa íþróttafólki að skilja það að leikinn þú vilt reyna að tilengja svolítið það að huga að fara leikinn, viltu spila fyrir utan þægindarhringinn, þar sem þú ert aðeins að challengea þig, þegar þú ert að takast á við verkefni sem að eru pínu óþægileg, fattar þar sem að þú ert aðeins að finna fyrir smá hnút í maganum og verkefni sem þú ert að takast á við, það svona pínu óvissa yfir í skilur, þú veist ekki hvort þetta sé að fara að heppnast, þú veist, að við þurfum svona svolítið að stíga inn á þetta svæði og við þurfum svona svolítið að koma okkur að hugafar að þetta er svæði sem ég vil vera og þetta er svæði sem ég vil vera sem íþróttamaður eða íþróttakona þú veist, að því að þarna það er þarna sem að framfærinar verða, það er þarna sem sigrarnir vinnast og titlarnir vinnast, það er ekki inn í komfortzóninu þar sem að ég er stöðugt bara að reikna 2+2 og passa mig á að klikka á engu, fattaru að þar gerist rosalega lítið hjá okkur í íþróttum og reyna lífinu sko. Þannig að já, ég hef lagt mikla áherslu á þetta og svona og liður í þessari vinnu er náttúrulega að fá íþróttafólk til þess að skilja hvað lífið fyrir utan þægindarhringinn felur í sér. Það felur í sér það að þarna ertu að upplifa stundum hnút í maganum, þú ert stundum að upplifa óvissu, óþægindi, þarna ertu að upplifa það að þú gerir mistök, þú ert að upplifa það að þú tapar, þú ert að upplifa það að þú lúkkar stundum vandræðalega, þú veist. Og þú verður að samþykja þetta sem part af þinni íþróttaiðkun ef þú ætlar þangað út, skilur. En ég get líka sagt við þig, ef þú ferð þarna út og þú setur fókus á að iðka íþróttina þarna, að þá get ég líka sagt við þig að sjálfstraustið þetta, það mun aukast, þú veist, hægt og rólega þá fara þessir hlutir sem þú ert að takast á við þarna, að þá fara þeir hægt og rólega, þú fyrir að finna það að þetta fyrir að verða þægilegra, skilur. Og að endanum að það sem gerist að þægindarhringurinn, hann í rauninni stækkar utan þessa hluti, þannig að hann svona þenst út, þannig að hlutin sem að voru áður fyrir utan litla þægindarhringin, að þeir eru komnir inn fyrir þægindarhringin og þú ert farin að takast á við á þannig að þeir eru ekkert mál, skilur. Og sko, glærurnar sem hann sýndi nefnilega voru svo sniðuga visual, að þú varst með hring og það voru plúsar og mínusar inn í því, því að sumt náttúrulega bara þótt að sé þægindarhringnum er gott og óþægilegt og svo fyrir utan voru svona bara strik sem er mínusar og einhverju plúsar held ég og svo þegar þú gerir eitthvað óþægilegt þá breytir mínusunum í plúsa þannig að það voru fleiri plúsar fyrir utan hringin og þar að leiðandi var stækkaði hringirinn og mér finnst þetta svona opaslega góð visual
svona líking á þessu, þú veist, að og ég segi alltaf bara við sjálfa mig og held ég bara alltaf gert, að ef fólk ringir í mig og eitthvað herðastu til ég að, þú veist, er með fyrirlustu þarna að gera þetta og ég bara eitthvað, þú veist, fundarstjóri, ég aldrei kannski verið fundarstjóri og ég bara eitthvað, shit, þetta ekkert eðlilega óþægilegt og þú veist, og ensku kannski. Ég bara, já, bara, þannig að ég var búin að lofa mér, sko, ég lofaði mér fyrir árið 2024 að ef einhver biður mig eitthvað og mér finnst það óþægilegt, þá ætla ég að segja já. Og ég bara ennþá þar. Og ég finn alveg bara, þú veist, svo verður þetta þægilega og svo þetta svona óþægilegt og smá máli í smá stund og svo maður eftir að bara eitthvað, þú veist, og hvað gerist þegar ég klikka? Bara skipti kannski ekkert öllu máli, sko, en jú, að gera það kannski þegar þetta í úrslitaleik og eitthvað, en þau moment líka styrkja þig, sko. Algjörlega. Að já, þetta já, mér finnst þetta ógeðslega góð svona lýsing á þessu hjá þér. Ég tengdi svo geðveikt við þetta bara, já, þetta óþægilega, það verður svo bara þægilegt. Og fólk er náttúrulega bara sem fyrst að byrja að gera þetta óþægilega, því að þegar við erum þá orðin stór, þá er þetta ekki eins óþægilegt, sko. Akkurat. Já, þetta og þú veist, það sem ég legg alltaf áherslu á í þessari vinnu, þú veist, að þarna er ég að tala rosa mikið þetta fyrir bara hugrekki, þú veist, og ég að leggja svakalega mikla áherslu á hugrekki og oft í rauninni þá kannski bara að biðja íþróttafólk aðeins að leggja þetta fyrir bara sjálfstraust til hliðar, bara, þú veist, sleppum aðeins pælingum sjálfstraust og setjum bara fókusin á hugrekki, þú veist, látum bara næstu vikur snúast hugrekki og hugrekki náttúrulega bara það að bara ganga inn í óttaðin, skilur að takast á við og gera það sem að vekur upp hjá óþægindi eða ótta eða hræðslu og það er það sem við þurfum að gera og það er svona önnur áhersla í þessu að það er að hugrekki, þú veist, eins og stundum þegar ég spyr íþróttafólk hvað er hugrekki að þá svara það einhvern veginn svona, já, það er bara það er að vera ekki hræddur eða hrædd, það er bara eitthvað óttaleysi, það er bara misskilningur, sko, að því leið og við ætlum að túlka hugrekki þannig að það sé að vera ekki hræddur, skilur að þá leið og upplifir það að vera hræddur eða hrædd í keppni, að þá hugsaður, já, ok, þetta er ekki mómenti til þess að takast á við þetta, skilur að óttin er einhvers konar stoppari en við verðum að skilja það að ótti og hræðsla, þú veist, óvissan hnútur í maganum, þetta er allt partur af leiknum og þetta er partur af leiknum hjá besta íþróttafólki í heimi, þetta er partur af lífinu og við þurfum að reyna að temja okkur það að láta óttan triggera hugrekki, það er að segja bara að takast á við það heldur en að láta óttan triggera eitthvað konar svona stoppara, skilur, að við bökkum út úr því sem við erum að gera því að við hugsum einhvern veginn, já, ef ég er hræddur við að gera þetta þá þýðir það að ég er ekki tilbúin í þetta, skilur en það er, já, það snýstum að við túlkum óttan á réttan hátt og já, notum óttan svolítið sem að trigger fyrir hugrekki, bara herri, ok, þannig að þegar ég finn fyrir ótta að það voru skilaboðin ekki þau, herri, þú ert ekki tilbúin, slepptu þessu, heldur óttin, hann er skilaboðin það að núna er moment til þess að nota hugrekki, skilur, nú er bara momenti til þess að sína hugrekki og þetta ættum við í rauninni að vera upplifað á nokkuð sem mikið efni, sko. Já, ég er búin að horfa mikið á allar úrslitakeppninnar í handbolta og körfubolta sem er náttúrulega núna kalla og kvenna. Það er hátíð. Ó, þetta er svo gaman, ég einmitt stelpunar í Valunnu í gær, þá eru bara úrslitakeppninnar búnar, það er svona smá sorgmættir við því, en ég fer bara mikið á leiki og í einu leik þá var FH, einu marki undir á móti Fram í undanúrslitum og tíminn er basically búinn og það er víti og þú veist, ef FH hefur skorað þá er jafntefli og framlegging annars bara er spilið búið og það fer drengur á línuna og ég man alveg bara, þú veist, ég hugsaði bara shit, þetta er rosaleg pressa og hugrekki finnst mér að bara haugun upp og gera þetta og þú veist, og markmaðurinn varði ég held að hann hafi varið frekar, held að hann hafi farið framhjá og ég var svo mikla áhyggjur á honum eftir það að þú veist, og heyrði í honum og hann bara eitthvað, þetta bara fylgir þessu, þú veist, það bara, þú veist, stundum skorar, stundum, þú veist, you win some, you lose some, skilur eitthvað og ég var bara eitthvað, ok, þetta er töff karakter, sko að þú veist, en maður fer oft svona að hugsa, sko, þú veist, ok, ef hann hefði skorað það þetta náttúrulega verið stórkostlegt, sko saman hvernig leikurinn hefði farið þá hefði við munað þetta, sko en þetta er svona,
þú veist, en til þess að vera hetja, það þarf maður að þú að taka áhættur, sko. Algjörlega. Þannig, já, mér fannst þetta svona, já, ég fór að hugsa um þetta þegar þú varst að tala með þetta, mér fannst þetta mjög áhugavert. Þetta bara frábær punktur. Og ég hvet alltaf í þetta fólk, sko, ef þú hefur séns á að taka víti í vítakeppni, taktu það, sko, þú getur ekki tapað því. Þú veist, þetta ömurlegt í mómentinu að klikka, ég þekki það veginn raun, sko. Eitthvað sem ég ætlaði ekki að rifja upp, sko, en þú veist, það bara hefur purpose í mínu vinnu að rifja þetta upp, sko. Að taka svona úrslitavíti í úrslitaleik, þú veist, að klikka á sig ömurlegt í augnablikinu. En eftir smá tíma að þá áttar þið á því, þetta að hafa farið þarna á hann vítapunkt, það er bara, þú veist, þetta var eina rétta í stöðunni, sko, og einhvern veginn bara tilfinningin hefur alltaf verið eftir þetta víti hjá mér, að það hefur alltaf verið einhvern veginn bara svona eftir svo að hafa ekki fengið að taka svona víti aftur, þú veist, af því að svona víti æfir þú ekki á æfingum á 3. degi klukkan 5, þú veist, þú æfir þetta ekki nema í aðstæðan, þannig þú ert ekki að fá nema bara örfá tækifæri á ferlinu til þess að æfa svona moment. Þannig að ég segi alltaf, þú veist, þú verður að grípa þetta, því að ef þú klikkar að, þú veist, lærdómurinn út úr því að klikka að hann svo risastór, sko, hann miklu stærri heldur en þetta ömulega moment, skilur, að klikka, fattur hvað ég á við? Já. Þannig að, já, ég hveti íþjótt fólk til þess að að stíga inn í þetta, þú veist, að vera leiðtogi og hérna bara, já, þú veist, ég gerir það. Já, bara að taka upp svona þetta fokkitt hugafar sem er svo mikilvægt stundum, þú veist, stundum verður manni bara að vera drull saman hvað gerist, sko. Algjörlega. En hérna, mér langaði aðeins að spyrja sko liðseild. Já. Þú veist, að skapa liðseild og hérna, og það líklega hægt að tengja það þá við það eindarhingi líka. Já. Liðseild. Liðseild hérna stórkostlegt fyrirbæri, sko. Þetta náttúrulega bara í rauninni fyrirbæri sem gerir íþróttir skemmtilega, sko, eða hópíþróttir sérstaklega. Þú veist að hérna, ef það væri ekki til neitt koncept sem heitir liðseild, þá getum við bara reikna út einhvern veginn í einhver Excel-skjali hverju vinn alltaf, sko. En maður horfir líka á þetta, vorum að tala úrslitakeppnirnar, að maður upplifir svona, það geði ekki liðseild í þessu lið. Þú veist, manni finnst maður sjá það, sko. Þú veist, auðvitað það alveg í öllum, en það oft einhver lið sem með einhvern svona X-faktor, sko. Að hérna, já. Akkurat, sko, liðseild þetta rauninni bara svona, þetta svona andrúmsloft, þú veist, að þetta rauninni bara andrúmsloft sem maður getur myndast í hóp, í liði, og andrúmslofti bara einhvern veginn þess eðlis að í þessum hóp, í þessu liði, að það einhvern veginn, það ná leikmenn fram bara sínu besta, það einhvern veginn hérna sem að ég næ að sína allt sem ég bý yfir og jafnvel stundum aðeins meira, að það það sem við með þessi fyrirbæri sem liðseild og ég svolítið gaman af þessum, ég svo skemmtilegt, sko, að einhvers staðar sá ég að hérna, liðseild staðurinn þar sem að 1 + 1 verður 3. Já, ég veist þetta líka. Þú veist þetta líka. Þú veist, og það þetta skilur hvernig með andrúmsloftinu sem við byggjum okkar á milli, hvernig við getum einhvern veginn stækkað hvern einasta leikmann, fattar við. Andrúmslofti einhvern veginn þannig að hérna, leikmaður sem að kannski skortir stundum smá metna á vinnusemi, að andrúmslofti sem við myndum okkar á milli þannig að þessi leikmaður farin að sína brjálaðan metna á vinnusemi í þessum hóp. Já. Og þar að leiðandi farið að gera hann að betri leikmanni heldur en hann væri utan þessu hóps, eða jafnvel í öðru liði þar sem að liðseildin lélegri og öllum bara nokkuð saman hvað næstum maður að gera, skilur. Já, allir að fókusa sig. Já, og sama með bara leikmaður sem að kannski býr yfir ekki mjög miklu sjálfstrausti, að inn í þessum hópa einhvern veginn og andrúmslofti sem við byggjum hér, að það einhvern veginn þess eðlis að það ýtir undir sjálfstraustið, skilur. Að það einhvern veginn, talandi þægindarhringinn, að þarna einhvern veginn andrúmsloftið að hvetja þig út fyrir þægindarhringinn. Þarna taka liðsfélagarnir og þjálfarar, þeir taka í fagnandi þegar þú stígur út fyrir þægindarhringinn, gerir eitthvað þó þú gerir mistök, fattur ég. Og þá skilabóðin alltaf sem þú færið bara herðu aftur, skilur. Þetta gerir þú aftur, verður drulla saman, þú hefur klikkað, þetta bara við þurfum að vera öll hérna all in, skilur, og hér bara áttu við okkur á því að mistök partur af leiknum, fattur ég. Þannig að þetta líka svona annað element í liðseild sem að hérna,
Já, bara stór þáttur af liðsild, það þetta sko. En svona samskipti sko innan liða og ástæðan fyrir að ég spáði því ég var á öðrum handboltaleik í úrslitariminu Framvalur og í einu leiknum og satt ég eiginlega fyrir aftan sko varamannabekkin og það voru ekkert margir hana skrítin mætingana að þannig ég, þú veist, gat séð svo vel bæði bekkin, ég gat eiginlega bara heyrt svona samskiptin sko á milli, þannig ég var hana fyrir bæði liðin og bara það að sjá sko, þú veist, axlirna niður og lemja bekkin og þú veist, leikurinn var bara, þú veist, jafn, allan tíman basically sko, að ég hugsaði bara, já, ég ætla að veðja Framara sko, þú veist, það var einhvern veginn, það var ekki neikvæðin á bekknum, það var ekki þú veist, það var ekki eitthvað svona þungabrýr og eitthvað, þú veist, þeir voru bara að sækja, þú veist, þeir voru bara svona hungraðir, sko, en já, þú veist, þannig að, þú veist, bara það að fylgjast með bekknum þarna, þá upplýði ég bara Framar að hljóta vinna þetta, sko, reyndar hafði Gaupi sagt mér að Valur myndi nú taka þetta þeir var að komast á skrið og eitthvað, en þú veist, það var bara, þú veist, við vorum að tala bara þennan leik, sko, en það var bara, þú veist, mín upplifun af bekknum, ég var bara eitthvað, þú veist, það eitthvað þannig, eitthvað svona, eitthvað glits og glamúr, eitthvað þannig í loftinu, hjá, þú veist, milli Framarana, sko, þú veist, það var svo gaman hjá þeim, sko, menn mér leið bara næstu eins og alls það sem væri þreyttir eða eitthvað, ég veit það ekki. Þetta bara frábær punktur og ég meina, ég segi skilur liðseild, hún bara á ábyrgð einstaklingana í hópnum og þetta ofta eitthvað svona sem að kannski íþróttafólk stundum bara gleymir, þú veist að við hugsum oft frammistaðu að hún snýst einhvers konar tæknileg lykilatriði skilur og hún snýst líkamlega yfirburði eða eitthvað, en við gleymum þessu oft, þú veist að að vera góð íþróttamanneskja í hópíþrótt, þetta snýst ekki bara að vera tæknilega frábær, þú þarft að vera einstaklingur sem að hefur einhvers konar áhrif á einstaklingana í kringu þig, þú veist, og þetta eitthvað sem ég legg svo mikla áherslu á við hópíþróttafólk að þú þarft líka alltaf að vera með þennan filter og ég tala bara í rauninni þennan hæfileika að vera góðu liðsmaður, að það það, ég kalla þetta bara að það sem að góðu liðsmaður að hann alltaf með þennan filter á sér og alltaf með þetta, þú veist, hvernig get ég einhvern veginn haft jákvæð áhrif á liðsfélagana í kringum mig, þú veist, og hvaða áhrif ég að hafa á liðsfélagana í kringum mig. Að það einhvern veginn eitthvað sem maður þarf alltaf að hafa svolítið í huga, því að í hópíþrótt þá þarf ég alltaf á liðsfélögum mínum að halda, þú veist, ég ger ekki einn og ég þarf á því að halda bakvörðurinn minn sé eins góður og hún getur mögulega verið, skilur, og framherjinn minn og markmaðurinn minn, þannig að samhliða öllu sem að ég legg í leikinn, og þá reyni ég líka alltaf að gera allt sem ég get til þess að gera þessa einstaklinga eins góða og mögulegt og það getur stundum verið þetta drífa leikmenn áfram og skapa jákvætt umhverfi til þess að æfa í stundum getur þetta verið einmitt það bara veit einhver svona velja, skilur bara láta einstaklingum líða vel í kringum sig. Já, ok, en og nú ég hugsa sko að smáþjóðleikarnir voru að byrja í dag eða í gær, meðan við erum að taka þetta að, þú veist, þar íslenska landsliðið með 170 íþróttafólk úr nokkrum mismunandi greinum og það til dæmis ef við tökum bara sundliðið, þú veist, þetta einstaklingsíþrótt en þú ert að keppa þarna fyrir íslenska landsliðið á að vera liðsheild þarna. Já, alveg bara 100% og ég meina ég tala liðsheild inn í öllum íþróttagreinum sko. Þú veist, ég meina því að við erum þú veist, við erum einhvern veginn saman, skilur, og akkur ekki að leita þú veist, akkur ekki að leita í fólki sem er með okkur á staðnum, skilur, akkur ekki að leita í einstaklingar sem eru að keppa í sömu íþróttagrein og akkur ekki að leita í, þú veist, og sömu leiðis að fá orku og fá eitthvað sem að mig vantar í liðsfélögum mínum, skilur, þannig að ég hugsa það alltaf, ég menna þó við séum að keppa í einstaklingsgreinum þá bara styrkur í því að við séum að styðja við hvert annað og að við séum að skapa þetta umhverfi sem ég var að lýsa á hann og þetta andrúmsloft. En við erum samt kannski að keppa við hvort annað, sko. Já, en ég meina heima. Já, ég skilji, en þú veist, það gagnast mér og þetta líka aftur, þannig að komum við líka svolítið að þægindarhingnum einmitt, þú veist, að það gagnast mér að ég þurfa að hafa fyrir hlutunum, fattar mig. Já. Þú veist, það gagnast mér ef minn helsti keppinautur að bæta sig, þú veist, þannig að maður þarf að reyna að sjá þetta svona svolítið á þennan hátt, skilur, og líka bara að reyna að horfa á þetta svolítið bara svona stærri myndina, skilur, að
við erum einhvern veginn saman að búa til einhverja íþrótt, við erum saman að representa einhverja íþrótt, skilur þannig að á þann hátt getum við alveg sagt að við séum í sama liði, þú veist, við erum hérna ég er enda gæti ekki verið lengra frá því að vera sundmaður en ég líka veist, við erum hérna, ok, flott, þá skulum við bara taka þessum dæmi, við erum hérna sundfólk skilur að keppa í sundi fyrir Ísland en við þurfum líka að hafa það einhvern veginn í huga, við erum líka þú veist, við erum að gera sundíþróttin á Íslandi skilur þú veist og ég, þú veist, hérna sumstaðar einhvern veginn finnst manni og ég hef upplifað það í sumum íþróttagreinum að hérna einhvern veginn að íþróttafólk gerir sér oft ekki grein fyrir þessu skilur, það er einhver stórkostlegur rígur, þú veist innan einstaklingar sem eru í sama landsliði jafnvel, þú veist, að einhvern veginn hérna, þú veist, að það einhvern veginn vinnur svo gegn bara íþróttinu, að það vinnur svo gegn því að hérna, þú veist, með einhverju íþrótt sem að kannski er fámenn, þú veist, og þau þurfi bara á því að halda að standa saman og gera allt sem þau geti til þess að gera íþróttinu frábæra, en þú veist, það er einhvern veginn, það að ég vinni þig, þú veist, það er einhvern veginn mikilvægt, skilur, fattur hvað á ég. En það er líka, finnst mér skapar smá svona neikvætt atmosfér, þú veist, að hérna, að ég er í landsliðinu og ég gerði þetta örugglega ekki alltaf, sko, þú veist, en mér fannst alveg gaman að halda með þér og hvetja út af því ég vildi fá það, ég vildi fá sama tilbaka, þú veist, ég vil ekki bara vera ein út og braut að keppa, ég vil endilega hafa fólk baku mig, sko, þannig að, Já, ég fór bara allt einu spáði þessu. Já, mér finnst það bara frábær punktur, mjög hérna áhugavert, sko. En hérna markmiðasetningu, ertu mikið að vinna með það? Já, ég vinn alveg markmiðasetningu mikið. Hvað er það sem að þú myndir halda að fólk væri bara hreinlega, mér langar eiginlega að gera bara vitlaust í markmiðasetningu? Fyrir að erfiðri spurningu. Já. Vitlaust er það óraunhæf markmið eða nei, veistu, ég var líka bara að vera hreinskilinn sko að hérna ég er ekkert rosa mikið að tala um eða velta fyrir mig hvort markmið séu raunhæf eða óraunhæf þú veist, þú veist, margir myndu ekki segja að það væri eitthvað sérstök leið til að fara í markmiðasetningu sko, en ég einhvern veginn, þú veist, tilgangum markmiða að það er fyrst og fremst að fá okkur til að vinna vinnu. Já. Að ég, þetta er svona stundum hljómar þetta furðulega, en ég segi oft bara tilgangur markmiða og markmiðasetningar er ekki að ná markmiðum. Tilgangur markmiða og markmiðasetningar er að fá þau til þess að vinna vinnu. Já. Og tökum dæmi að við erum með 2 hlaupara sem að hlaupa í Reykjavík maraþoninu 24 10 kilometra. Annar hleypur hlaupa báðir á 70 mínútum. Já. Okay? Þessi 2 hlauparar að þau setja sér markmið fyrir næsta Reykjavík-maraþon. Annar er að ætla sér að ná að hlaupa á 50 mínútum. Bara mikil bæting, gerir sér grein fyrir því að þarna liggur mikil vinna baki og það er bara hérna núna að setja hausinn undir mig. Næsta manneskja að hún fyrir svona í aðeins hófsamari leið og segir ég ætla að fara á 60 mínútum, bæta mig 10 mínútur. Þetta eru svona óreindir hlaupar, þannig að það hafa ekki mikil ímyndi bætingar. Að hérna svo fara þessi einstaklingar á stað í sína vegferð, þú veist, og það sem að gerist er það þegar við höfum náð markmiðum, þá höfum við svolítið tilhneigingu til þess að stoppa, við förum ekkert mikið lengra en markmiðin okkar, fattar mig. Svo kemur Reykjavík-maraþon 25, og einstaklingur sem sett sér 60 mínútum markmiði, nær markmiðinu sinni, fer á 59-30 segja það bara, og er bara heiminlifandi, þetta sé ég svo oft sko, bara heiminlifandi, bara winner og þú veist, allar heimsins myndir á Instagram og bara geggjað sko. Hinn einstaklingurinn fer í sína vegferð, hleypur á 52 mínútum, nær ekki markmiðinu sínu. Allt of oft sér maður íþróttafólk og aðra einhvern veginn svona meta árangurinn sinn aðeins út frá þessu checkmerki, skilur. En átti sig ekki á því, herðu, markmiðið hérna, þetta 50 mínútna markmið, þetta tók því alveg eins langt og þú mögulega komst. Þú veist, þú lagðir á því fáránlega vinnu sem skilaði þér einhverjum 18 mínútum í bætingum, að hérna, þú veist, 18 mínútna bætingu, það er vinnið, skilur, það er sigurinn og það er árangurinn, en við horfum alltaf ofta á litla bilið, þú veist, sem að við náðum ekki að brúa, skilur. Þannig að þess vegna er ég oft bara að fara þessa leið, nota bene,
að ég geng alltaf úr skuggum í þú skilji þetta. Þú verður að skilja að tilgangur markmiðana ekki að ná markmiðum heldur að fá þig til að vinna vinnu sem skilar þér svo bara eins miklum árangur mögulegt Mér finnst þetta mjög skemmtilegt að orða þetta svona. Já. Þannig að þegar íþróttafólk skilur þetta að þá segi ég oft við íþróttafólk líka vertu ekki hræddur að setja bara háleit markmið, þú veist, að þetta skilur þú skilur það að það ekki það meikar ekki breykar þinn árangur hvort þú náir markmiðinu ekki, þú veist það segir ekki endilega til hversu miklum árangur þú ert að ná. Nei. Þannig að þá segi ég oft við íþróttafólk bara, vertu bara óhræddur að setja bara háleit markmið, þú veist eini mælikvarðinn á það hvort að markmiðsjórun of háleit að það í rauninni bara trúin. Já, ef þú trúir ekki þá þá ertu hvort sem ekki að fara að vinna vinnum. Af því að maður hefur líka bara oft einhvern veginn svona spotta og átt að sjá bara árangur sem maður hefur náðst til dæmis bara í íslenskri sögu að þetta kannski árangur sem hefði aldrei náðst ef það hefði verið einhver sérfræðingur og allir segja bara þetta ekki raunhæft markmið, ekki fara þangað skilur. Þannig að já, ég ekki að missa mig stórkostlega í þessu raunhæft óraunhæft, en reyni ég frekar að fá íþróttafólk til þess að átta sig á þessu og horfa frekar í bara bætinguna árangurinn sem að vinnan skilar og hjálpa fólki að sjá og íþróttafólki að sjá það þetta frábær árangur skilur. Þannig verður ekki eyðileggjandi að ná ekki markmiði sínu, skilur mig. Já, ég ætla að segja mitt dæmi. Já. Út af því ég fór að hugsa þarna, tengist tíma. Ég stemdi Ólympíuleikana 2008 í 400 metra grindahlaupi. Ég þurfti að hlaupa, þá þurfti bara að hlaupa ákveðinn tíma, þá varstu komið lágmark, en í dag það miklu flóknara ferli. Og ég þurfti að hlaupa 56 sekundum og 50 sekundabrotum. Ég hljópa 56:62. Ég var 1200 úr sekundu og ég veit ekki hvort ég að segja ég grínast oft með það, bara ef ég hefði með stinnar geirvertur en þá hefði ég farið Ólympíuleikana. En já, vegferðin var samt skemmtileg. Hún var góð og lærdómsrík. Já. En svona þegar þú sest niður með fólki, íþróttafólki og þeir að ræða mark með eitthvað, ertu með einhver svona rútínu eða einhver formúla eða já, ég raunin búin að setja upp svona ákveðið kerfi bara sem að ég svona leið oft íþróttafólk svolítið í gegnum. Þar sem að maður svona að reyna að tvinna saman mismunandi markmið sem alveg mikilvægt, þú veist að ég byrja eiginlega markmiðasending alltaf á bara svona sjálfskoðun, þar sem þú ert svona svolítið að kortleggja þig, bara hver ertu sem íþróttamanneskja, hver eru styrkleikarnir og veikleikarnir og svona og fá þið til að velta svolítið upp bara hver eru svona mikilvægastu elementin í þinn íþrótt og hvar stendur á þeim elementum. Út frá því að þá fáum við svona ákveðna mynd af okkur og svona ákveðna mynd sem segir okkur svona svolítið þetta kannski það sem að vinna þið þarf að beina svolítið upp frá því að þá fer ég gjarnan í að vinna með svona þrennskonar markmið hjá íþróttafólki. Ég byrja á því sem ég kalla bara svona þriðja stigs markmið og það raunin bara draumurinn, það raunin bara svona einhver einn draumur oft svolítið langtíma markmið og gallin við þetta markmið að þetta svona markmið sem að þú hefur kannski mjög takmarkaða stjórn á. Þú veist, þetta einmitt markmið að komast á Ólympíuleika eða spila landsleik og Laugardalsvelli í Laugardalshöll eða eitthvað. Þetta er svona sexy markmið, þetta er einhvern veginn svona markmið sem svona, þú veist, mann virkilega langar að ná og þau geta drifið mann svo áfram á erfiðum tímum, skiljum. Þau geta svona, þú veist, þau geta rosalega svona mótiverandi markmið. En eins og ég segi, gallin þeirra vissulega sá að þetta er takmarkandi minni stjórn. En þau halda manni gangandi og þessin eru þau mikilvæg. Svo fyrir neðan þau eru markmið sem að nefnast sem ég kalla bara annarstigsmarkmið og það er svona, ég hugsaði þetta oft í píramíta og efsta lagi í píramíta þriðja stig og annar stig fyrir neðan er að það er við að setja ykkur bara svona meiri bara framistuðu markmið tengd á þessum hlutum sem ég þarf að bæta. Það er svolítið kemur sjálfskoðunin inn og það er svolítið að nota sjálfskoðun og upplýsingarnar úr henni. Bara þetta, þú þarft að einbytta þér að þessu. Þannig að þá setjum mér markmið varandi þessa þætti og þessi markmið vil ég hafa eins mælanleg og mögulegt ég vil hafa þau
bundin í tíma, þú veist, allt svona þessir svona frasar sem kannski þú þekkir smartið þar kannski kemur svona smartið einhverju leiti inn sko. Þannig að það er eftir með kannski það er eftir að vinna með markmið sem eru náttúrulega nærðir í tíma og þá aftur, markmiðin þurfum alltaf að vera þannig að þetta er einhver svona level sem þú allar er að ná, skilur og þetta þarf að vera einhver svona þess vegna tölum við að við viljum hafa þetta mælanlegt, við viljum hafa þetta einhvern tími eða þú veist þyngdir í lyftingasalnum eða eitthvað svo neðst í píramídunum koma fyrsta stigs markmið sem er í rauninni bara dagleg markmið þetta er bara svona to-do listin sem þú setur fyrir daginn svona habits eiginlega og þar setur í rauninni bara það er eins og ég segi, það er bara svona to-do listi sem þú setur bara fyrir daginn þetta ætla ég að klára í dag, þú veist, þetta er bara verkefnalistin og inn í þennan verkefnalista þarf náttúrulega að tvinnast svo vinna sem þú þarfst að vinna til að ná annars til markmiðum þú veist, þannig að þegar þetta er komið upp í hennar píramída þá er þetta svona eins og við segir, þetta er svona svolítið sjónrænt og við sjáum það að þú ferð ekkert upp á þetta annað level nema þú klárir fyrsta levelið, skilur þannig að ég legg mér alltaf rosa mikla áherslu á það er alltaf lang mikilvægastu markmið, það eru markmiðin sem munu svona make the difference svolítið, það eru fyrsta stigs markmiðin, bara daglegu litlu hlutin sem þú gerir, þú getur gleymt annars stigs markmiðin og ert ekki að klára fyrsta stigs markmiðin. Ég ætla að lesa kvót fyrir þig sem ég setti í story hjá mér í gær. Consistency looks like nothing is happening until everything changes. Akkurat. Að þetta er bara, mér finnst þetta svo flott eitthvað. Að þú ert að vinna í þessum litlu hlutum og svo náttúrulega bara, þú veist, verður þetta habits og allt þetta. Virkar mjög einhvern veginn ómerkilegt að drekka 3 vatnsglös á dag, skilur en er kannski bara akkurat það sem þú þarft og er þú veist, risastór partur í því sem skila á Laugardalsvellinu eftir 10 ár, skilur. Og Vésteinn Hafsteinsson sem að ég ætla að segja var afreksstjóri í ISI, hann talar alltaf 10 ára plan. Þannig að ætla við getum ekki hort á líka við píramídan, afrekspíramídan, þetta er svona þú veist ekki að fara 10 ára að hugsa og setja að fara í allandsliði eftir 5 ára eða 3 ára eða eitthvað. Akkurat. En hefur markaðssetning, hefur hún áhrif á, þú veist, hugarfar íþróttafólksins, þú veist, þá ertu bara komið með tæki tól og bara, þú veist, þetta er bara vegferðin. Þetta getur, þetta er mjög gott tól til þess að skerpa bara á hlutum eins og vinnusemi og bara svona fókus á því sem þú ætlar þú veist, að þetta svona getur bara sett svolítið í fókus bara svona hlutinu sem þú þarft að vinna í, þú veist, og þetta er, þú veist, það er svo ótrúlega margt sem er einhvern veginn að öskra á tíman okkar, orkun okkar, athygli okkar þú veist, að ef við erum ekki þú veist, ef við erum ekki með einhver svona vision, einhvers konar markmið, þú veist að þá einhvern veginn, þú veist, þá er þetta svo rosalega mikið af hlutum sem er að plokka tíman okkar, orkun okkar, athyglina, þú veist þannig að það sem íþrótt þarf að gera ef það ætla sér á hana borð að ná einhverjum árangri eða vill á hana borð ná einhverjum árangri að það þarf að setja þetta svona svolítið upp fyrir sig bara ég er með 24 stundir í sólarhringnum og markmiðasetningin að hún í rauninni skilgrinir svolítið í hvað þessar 24 stundir fara þú veist, að ég er að segja við sjálfa mig ef að ég seti upp markmið og bara þól eða eitthvað er veikleikinn hjá mér þá er ég bara að segja við sjálfa mig þetta er það sem að þarf tíman minn og orkuna mína þú veist, ekki Netflix skiluru eða eitthvað fattari, heldur þetta er það sem að ég þarf að ganga úr skuggum að fá í sinn tíma þannig að þetta er svona að við erum að ná að toga svona út úr öllu þessu áritu og öllum þessum hlutum sem eru einhvern veginn að öskra á okkur þá erum við svona svolítið að toga út þú veist, þetta er fókusinn bara Það hjálpa þér að skipuleggja tímaðinn og svona setja fókusin á réttan stað. Og vinna þá vinnu sem þú þarft að vinna, sko. Hversu miklu máli heldur að skipti íþróttafólk að heyra frá þjálfarunum? Þú veist, ef ég fyrir þjálfarun sem segir bara, herri, þú veist, mér langar þetta er draumurinn, hvað þarf ég að bæta og eitthvað svona? Og ég meina, þú veist, hvernig íþróttafólkinni líður að fá
leiðbeiningar, því að annars eru fólk náttúrulega bara, að giska og kannski svolítið fast sé kannski ekki heildarmyndina, sko. Akkurat. Ástæðan fyrir ég spyr er að mér finnst, sumir þjálfarar vera alveg bara mjög ánægðir að fá þessa spurningu, en aðrir nenni ekki að sinna þessu. Ok, já. Það bara þannig. Það finnst mér rosalega skrítið, þú veist, það er bara þannig, ég heyri það frá íþróttafólkinu hjá mér. Já, ok, mér finnst það mjög áhugavert, það akkur ertu þjálfar ef þú nennir ekki að sinna því, sko. Já. Það ætti að vera kannski því svona stærsta ambisjón, sko, eða þú veist, einn af stærsta ambisjón. En já. Það eru með þess að þjálfara sem andlitin á þeim poppa upp í hausinn á mér, sko, því að ég veit mislegt. Sérstakt, sko. Já, ég meina þetta náttúrulega bara lykilatriði, þú veist, og þetta bara, þetta samband þjálfara og leikmanns, þú veist, eða íþróttamanns, þetta náttúrulega bara mjög, þetta er mjög mikilvægt samband og það ótrúlega mikilvægt að það sé einmitt svona á þeim nótum og talandum liðsild, þú veist, að andrúmslofti þarna á milli sé einmitt þetta, þú veist, bara ef ég þarf að koma einhverjum skilabóðum máleiðis, þá hika ég ekkert við það, skilur, ef mér finnst ég þurfa, ef ég spyrjum eitthvað, þá bara, þú veist, þá fer ég og ég spyr, ef að ég er með einhverja skoðun á einhverju, þá fer ég og ég segi mína skoðun. Þjálfarinn er í fullum rétti og segja bara, nei, við gerum þetta svona. Já, algjörlega. En, þú veist, ég hef aldrei, þú veist, einhvern veginn svona, mér finnst þetta rosalega furðulegt að því ég hugsa alltaf bara, þú veist, þjálfari hlýtur að taka vel í það að fá leikmenn til sín, þú veist, að því að þú ert að þjálfa kannski, ef við tökum hópíþróttir til dæmis, þú ert að þjálfa kannski 15-20 einstaklinga og þú getur ekki verið involveraður í hausinn á hverjum einasta leikmann, en það er samt kannski svolítið mikilvægt fyrir að vita aðeins, þú veist, bara hvað ert að pæla, þú veist, hvað er í gangi í kollinum á þér og hvað er að gangi í gegnum, þú veist, það er mikilvægt fyrir mig sem þjálfara, þú veist, þetta er mikilvægt fyrir minn árangur, þannig að ég myndi alltaf einhvern veginn svona ganga út frá því að þjálfarinn hlýtur að fagna því að fá til sín leikmann sem er kannski óhress með eitthvað, þú veist, bara takk fyrir að opna augun mín fyrir þessu, þá get ég unnið í þessu, skilur þannig að ég bransinn, ég get ekki sagt annað en að auðvitað, þú veist, samband þjálfara og íþróttamanneski verður að vera þannig að þetta sé einmitt opið, sko. Já, og traust. Já. Það, maður þarf að ég fann það bara með mína þjálfara að ef að ég treysti ekki þjálfaranum þá fór ég að efast allt sem þjálfarinn gerði, sko. Þannig að þess vegna myndi ég held að opin samskipti væri nokkuð mikilvæg. Akkurat, þetta kemur líka bara inn á hlutin svo áhuga kvöld, þú veist, og það er náttúrulega bara margsýnt, þú veist, að það að íþróttafólki að leikmenn upplifi sig hafa rödd, þú veist, og upplifi það sé á mann hlustað, þú veist, að það náttúrulega bara eigur áhuga kvöldin á mótivasjónun sem hún setur í íþróttaiðkunna sem hann náttúrulega kemur tilbaka til árangurstjálfara, skilur við hann. Einmitt, allir græða. Já. Heyrðu, en þú veist, talandu körfu, að ég sá svo skemmtilega færslu frá þér á Instagraminu, þar steyli setjan í highlights. Ertu búin að það kannski? Nei. Nei, ég held að það verið góð hugmynd. Já, ég þarf eiginlega að fara á ráðgjöf hjá þér og annað svona samfélagsmiðla dæmis, hvað er það í? Nei, en það væri gaman að setja þetta í highlights, sérstaklega fólk sem er að hlusta núna, það sem við ætlum að tala um vil kíkja á þetta, að þú sem sagt greindir Íslandsmeistarastjörnunnar í körfu í færslu á Instagram og ennur að segja okkur aðeins frá því. Já, ég bara, sko, ég gerði miklu meira af þessu áður fyrir, sko, eða fyrir nokkrum árum, þá þegar börnum mín voru ekki 3, þá gerði ég alveg töluvert af þessu, ég gerði það mikið í kringum til dæmis stórmótin í janúar hjá handboltalandsliðinu, þá var ég svona aðeins að veita smá innsýn og var ég að vinna svolítið með þetta á Twitter, gamla. Nú gerur þetta í janúar líka, og desember, stelpunnar í desember í handbolta og strákunar í janúar. Einmitt, þannig ég hef alveg svona svolítið gaman af þessu að veita fólki kannski svona smá innsýn inn í að bara, þú veist, hvað er hugarþjálfur að sjá og hvernig horfur hugarþjálfur á leikinn. Við fekk rosa gott feedback á þetta líka, en svo bara einhvern veginn svona, þú veist, það er og þarna einhvern veginn, þú veist, ég horfði á þennan oddaleik og það sem bara einhvern veginn svona stóð upp úr, þetta var svo, mér finnst þetta vera svo, það er ekki oft sem að mér finnst þetta vera svona augljóst, svona æpandi einhvern veginn hvað andlegu styrkur hafi mikið að segja, Já, veist, hvað andlegu styrkur var einhvern veginn svona
sýnilegur í þessu stjörnuliði þannig að ég mér langaði bara einhvern veginn að koma þessu einhvern veginn á blað, skilur, koma þessu frá mér og út einhvern veginn, líka bara til þess að fá, af því að það líka það sem ég alltaf að leitast eftir, þú veist, það að íþróttafólk sjái andlegan styrk sem eitthvað svona eftirsóknarvert, skilur, þú veist, við viljum vera með geggja tækni og skrúa boltan frábærlega og allt þetta en við langar líka bara að íþróttafólk átti sig á og horfi á Hilmar Smára sem ég tek sem dæmi þú veist, að horfi á hann spila, hann lamin í buff, skilur en þú veist, það einhvern veginn fær ekki á hann þú veist, hann kasta boltanum út af og ég tók eftir þessu í einum leiknum þú veist, hann kastaði boltanum út af og það var bara einhvern veginn svona, þú veist, just another day at the office, það var ekkert eitthvað hengdi ekki haus það var ekkert sjáanlegt sem að vakti upp eitthvað svona þú veist, að hann væri svektur yfir þessu eða eitthvað, þetta bara on to the next one og þetta var svona rosalega sýnlegt einhvern veginn það var ekki að brotna nei, bara hvergi nálægt því og bara ekkert svona einhvern veginn neikvæð líka það var bara, þú veist, hann kastaði boltanum út og það var í rauninni ekkert sem gerðist það var einhvern veginn svona þú veist, þannig að þetta eitthvað sem að mig langar bara líka svo mikið að ungdýrt fólk sjáu og horfi á, þú veist, það að láta dómarinn eiga sig, skilur þetta til dæmis eitt sem að mér finnst ótrúlega leiðilegt við íþróttir það eitthvað svona dómaranöldur þetta getur farið ótrúlega töðunar á mér og þetta getur eyðilagt bara heilu leikina fyrir mér ef þetta mikið skilur þú veist, ég vil bara horfa á leikin ég vil bara sjá því spila leikin við erum náttúrulega skemmtir sko þau eru á gólfinu en þú veist en einhvað síður, mér finnst þetta samt skilur að þú veist, þetta bara ég geti farið þetta hlýtur að geta haft áhrif á liðsfélagana sérstaklega ef það leiðtoginn sem er bara alltaf tuðandi þá hlýtur að svona klínast á hinna sko og þetta líka bara þú veist, þú ert líka bara að gefa andstæðinum ákveði svona mental yfirbyrði, skilur, þú ert að gefa andstæðinum eitthvað svona tilfinningu bara hann er veikur fyrir þarna, skilur það er eitthvað, þú veist það hristir í stofunum, sko, þannig að stjörnuliðs að þetta var bara eitthvað svona, mér fannst þetta bara svo áhugavert, það var svo margir punktar það var svo mikið af, þú veist, innkoma Júliusar inn í þennan 8-leik verandi búin að sitja á bekknum svo til allan leikinn og Baldur sagði eitthvað svona, þetta var hans hlutverk að koma inn svona og eitthvað sem einhvað síður alltaf erfitt, skilur og þetta ungur leikmaður, en kemur bara einhvern veginn og tekur yfir leikinn á þeim tíma sem hann var hann inn á og svo náttúrulega Hlynur Bæringsson, Ægir Steinarsson það þarf ekki að ræða það sko þannig að, þú veist trúin var annað sem ég kom inn á líka þú veist, að ég einhvern veginn horfði á fyrsta leikinn í Síkinu og ég svona, hvernig Stjarnan tapaði þeim leik, að ég var einhvern veginn svona bara, þarna var möguleikin, skilur á að taka út í leikin mann leið einhvern veginn svona svolítið þannig þú veist, heimför minni mér þess að það hafi verið umlegt viður á þessum tíma, þannig að ég heldur að ég þurfti að keyra heim í einhvers konar hríð sko ég fullir það sannig og þú segir ég seifa þess að glæru hérna í stóri þú segir, Tindastóll hafði ekki tapað leikisíkinu frá því fyrstu umferð deildakeppninnar eftir tap og mest svekkjandi hátt í fyrsta leik með unnin leik í höndum, annað tap í þriðja leik og verið undir stærsta hluta 5. leiks hélt Stjarnan alltaf ótrúlega sterk að trú að geta unni í síkinu, það er mikil andleg áskorun og ég mynd spurði, Baldur var í podcastinu hérna hjá mér og ég spurði hann aðeins þetta og hann náttúrulega var líka að vinna hann á tímabili og svona, þannig að hann vissi að það væri alveg hægt að vinna hann sko. En já en þetta er náttúrulega, síkið er náttúrulega bara svona, þú veist, þetta er ákveðið legend, skilur, þetta er bara svona og maður finnur það þegar maður tala við körfuboltafólk, að síkið er einhvern veginn svona bara, þú veist, skilur, sérstaklega í þessu andrúmslofti, sko, þannig að þess vegna fannst mér þetta bara sérstaklega aðdáunarverð þessi trú sem að þeir heldu í gegnum þetta allt, sko, og einmitt verandi undir stærstan hluta 8-leiksins, það var einhvern veginn bara alltaf þú veist, bara þessi trú á að það mun þetta inn, sko. Baldur sagði, þegar Hlynur Bæring setti niður 3 punkta hann sagði, þá trúði ég, þá vissi ég einhvern veginn, ég man ekki alveg hvað hann sagði en þú segir hérna líka, Hilmar Smári Henningsson er hausleikmaður úrslitakeppnarinnar þú ert að við það að þér fannst hann vera
svona afgerandi í hugarþjálfun eða eitthvað svona. Já, með sterkast á hausinn bara. Já, flæðið sem Hilmar Smári var í þessari úrslitakeppni hefur verið augljós, einbeitingin svo til fullkomin, ekkert raskaði ró Hilmar Smári á neinum tímapunkti, ekki gróft brot, ekki rangi dómar, ekki eigin mistök eða áskorun á neinu tagi, einbeitingin á leikin og yfirvegun sem ég hvet ungt íþróttafólk til að taka sér til fyrirmyndar, þannig að sjáta þetta á Hilmar Smára. Heldur betur. Já, algjörlega, toppmaður. Já. Nei, þetta var áhugavert. Já, mér fannst það bara gaman og mér er svo gaman að grúski þessum hlutum og pæli þessum hlutum að þetta voru eins og ég segi bara svo margir punktarinn og mér fannst verðt að vekja athygli á sko. Kannski... Og þú talar Ægir? Já. Á ég að lesa þetta? Nei, ég veit ekki hvort þú manst þetta sko. Já. Að Ég náttúrulega hef unnið með Ægi og þú veist, ég þarf ekki að lesa þetta, ég veit allt Ægi sko. Já, ok. Þú veist, og hvernig hann er sem leikmaður sko. Þannig að þú veist, það er bara, þú veist, já. Hann átti ekkert eitthvað brjálaða góðan leik í síðasta leik. Nei, alls ekki. Nei. Og það er bara einhvern veginn, bara attitútið og vinnusemi sem hann einhvern veginn kemur með inn á körfuboltavöllin og þú veist, ég geti í rauninni nánast pikka út hvaða leik sem er líka á regular season hjá þeim, sko. Já. Að það er einhvern veginn bara svona orkan sem hann gefur af sér held ég að sé, þú veist, hún er svo ótrúlega mikil, sko. Og í þessari úrslitakeppni kannski og í þessu úrslitakeppni þar einmitt bara þessi svona einbytting sem hann heldur í gegnum bara alls konar eins og þú segir, kannski framistuð sem var ekkert endilega stórkostleg og svo náttúrulega sko, með Cedric Arnar þarna í eins og ég orðaði í kokinu á sér bara hverju einustu sekundu sko. Með eitthvað svona glott mér finnst þess svo líkir þú veist, og maður sá alveg þú veist, það var þetta svona fagnaðis framan í andlitið á honum og brosa og svona þessi stæla sem maður getur ímyndið sér geti gjössamlega þú veist einhverju leikmenn hefur gjörsamlega sturlast þú veist, yfir þessu sko ég er sýntryggur ég er svo típa sko en þarna einhvern veginn bara, þú veist, ég mynd bara andlegu styrkur það hvað Ægir Þór er jarðbundin yfir þessu öllu og á einhverjum tímapunkti sýnir hann einhver merki þess að vera að missa hausinn gagnvart þessu eða eitthvað í þá veru sko. Nei En sko, þú veist, ok, eins og Ægir, þú veist, þú ert í úrslitakeppninni, þú veist, það vilja allir komin í úrslitakeppninu og eiga sem besta leik. Og stundum, bara við íþróttafólk, við vitum stundum bara þegar við vöknum morgunin bara, ok, þú veist, þetta er ekki dagur minn, ég finn það, ég þarf svolítið að fake it, þú veist, ég þarf einhvern veginn að ná að sannfæra sjálfa mig, einhvern veginn, þú veist, það er bara eitthvað væp, skilurðu, þú veist, hvað á íþróttafólk að gera í þessum aðstæðum þú bara finnur, þetta er ekki minn leikur ég er ekki alveg að performa hvernig á ég einhvern veginn að vinna með mig í hausnum sko, þetta aftur núna veit ég það að hafa unni með Ægi að það sem honum þykir vænstum í sínu leik það eru gildin sín að það er það sem að honum finnst vænstum og það er það sem skiptir hann mestu máli þú veist, þannig að það að skotin sé ekki þetta hjá honum að það er ekki að særa hann eins mikið og kannski aðra leikmanna því að hann veit það frammistaða fyrir mér er fyrst og fremst bara orkan sem ég set og ákefðin vinnusemin, djöfulgangurinn skilur, það er leikurinn minn og þannig að það gerir það verkum að hún getur haldið áfram að líða bara frekar vel á vellinum fattur, og meðan hann er að framkoma þetta þó svo skotin sé ekki þetta og þó svo að þú veist, þannig að það held ég sé svolítið ákveðið lykilatriði í þessum stöðuleika hans að það er það að hann bindur sína velliðaninn á vellinum í gildin sín fattur hvað ég á við ég er með annað mjög gott dæmi þetta að þetta situr svo fast í mér þetta var ég er nú ekki með gott minni sko en þetta er samt einhvern veginn landsleikur í körfubolta gegn Ungverjalandi minni mig fyrir 2 árum minni mig í Laugardalshöll Elvar Már Friðriksson svona okkar öflugast í körfuboltamaður einn á okkur öflugast körfuboltamaður að hann byrja leikin ekkert sérstaklega vel þar að segja er ekkert að hitta frábælega en hann svo er að sigla sigrinum í höfn í lokin bara með stórum skutum og við þeim taka skari og vera góður hann var tekin í viðtal eftir leikin og hann spurður út í þetta bara en að byrja leikin illa erfiðlega erfitt uppdráttur í byrjun en kemur sér hann í lokin og klára leikin fyrir okkur hvernig
hvernig bara náður sjálfstraustinu upp til þess að ná að sigla þessum sigri í höfn í lokin og það sem hann talaði og mér var svo geggja og kemur svo akkurat bara beint inn í það sem ég svo mikið að vinna með hann sagði að þarna bara í fyrsta leikluta eða eitthvað þá sá ég það bara skotin voru ekki þetta þú veist, það var bara eitthvað þú veist, bara guðnir ekki með mér því leiti til þannig að hann svissaði rauninni svolítið fókusnum þarna inn í leiknum hann svissaði fókusnum á það, hann vissi það að það var líkil leikmaður í ungarskilinni, ég vona að þetta hafi verið ungur en þannig að lukkar þetta ekki vel, en allavega segjum það, ég held alveg örugglega að það var líkil leikmaður í ungarskiliðinu sem að vissi að var svona pínu veikur fyrir andlega, skilur það er að segja að hann náttúrulega, það var auðvelt að svona pirrana eins og taka hann svolítið úr jafnvægi. Já, maður finnur svona fólk sko. Já, og hann vissi þetta hann setti þetta bara, hann svissaði fókusinn bara þanga, herru, mitt framlag til liðsins núna, fram í hálfleik að það verður bara að pirra þennan gæja, það er mitt framlag til leiksins, ég er með fullt af náungum í kringum mig sem geta tekið skotin og geta skora körurnar, skilur þannig að núna setjum ég bara fókusinu á þetta og þarna sissa hann fókusinu bara á eitthvað stjórnarlegt, þú veist, snýstum það bara einmitt að pressan sé bara heiftaleg, skilur hann sé bara undir treyna hún líka við gefa hún svona létt bros þegar hún gengur illa þú veist, aðeins og svona þú veist, öll þessi triks skilur hann svissaði bara fókusinu þannig að nú er þetta bara verkefnið þetta gekk stórkostlega og hann fer inn í hálfleik vitandi það að hinn náungin er orðin snældu vitlaus skilur pirraður og hann fær þessa tilfinningu bara mér er að ganga vel þó að skotnýtingin hafi kannski verið 1-5 eða 1-6 eða eitthvað mér er að ganga vel að því þetta er verkefnið mitt svo fyrir hann í seinna hálfleik og hún líður vel í leiknum skilur að því að hún var að ganga vel og þegar hún líður vel þá setur góðu körfuboltamaður flest skotið sér núni þannig að og það var það sem bara gerðist skilur og hann hélt í þessa velliðan af því að velliðanin var ekki bundin í skotnýtinguna skilur hvað ég á við ef við erum að binda velliðanin í skotnýtinguna þá veist, getur velliðanin verið farin eftir 3 skota þegar það fer ekkert aðeim ofan í en við viljum binda velliðanin og sjálfstraustið í gildin okkar og svona þessar hluti sem við höfum stjórn á Já, þetta er sportið ég var í þú veist, ég handbolti var yngri en ég var í, þú veist, sprettlöpum sko. Ég var að pöngast í fólki samt til þetta, þú veist, ég bara minni braut sko. Að þarna, og mér varst bara, þú veist, að tala svona aðeins að svona stuða hinn eða eitthvað ég hætti svo sem nokkra ásæðarna en það var eitt dæmi sem ég var svolítið fyndi að ég var bara, þú veist, maður er ekki alltaf að nenn að hlaupa 400 metra, þetta er bara erfitt og ég var samt svona svolítið yfirburða í þeirri grein sko og svo er ég bara eitthvað þreytt og ég er að geispa og bara, veist, ég var örugglega að bera mig þannig að ég, þú veist, virkaði ekkert eitthvað í stuði og þá kemur einn stelpa til mín og segir ég ætla að vinna þig í dag þú veist, þannig að hún er að, þú veist, náttúrulega bara næra sig og sjálf, þú veist og þá var ég nýbúin að geispa og hún alveg þú er bara geispandi eða eitthvað, segir eitthvað svona og ég segi já, ég geispa alltaf þegar ég er að fara að hlaupa vel og ég sá svona axlirnar á henni og svo bara alltaf öll hlaup eftir þetta hann labbaði fram hjá henni og ég geispaði þetta var svona, þú veist, ég er svolítið gaman að þessu svona hugardæmi sko það var alveg ótrúlega hvað ég náði líka við að segja sko vera dörti þótt ég var sprettleipari á einni braut sko akkurat og þetta er svona eitthvað svona, þú veist það er smá fút í þessu sko að vera og þú veist að vera sprettleipari, þú veist það verður náttúrulega bara í svona intimidation eitthvað, þú veist, og bara í sprint þáttur að töluðum að sópa einhverju kuski yfir að hina brautina, skirpa brautina á hinum og eitthvað, þú veist, og það var náttúrulega ertu bara komin í hausin á hinum, þetta er allt hugaleikir sko, íþróttir eru bara það ekki bara. Hvað ráð áttu fyrir þjálfara til að aðstoða íþróttafólkið sitt sem er með hugarfagslegar áskoranir? Þjálfarana? Já, bara, þú veist, hvetja íþróttafólki sitt til þess að fara í hugarþjálfun, þú veist, það er bara fyrsta, skilur ég meina, hugarþjálfun á ekki að vera eitthvað sem þú átt eitthvað að veigra við að fara í, eða þú veist, eitthvað svona þarf við þess, það þurfa það allir, skilur þú veist, þannig að það væri að fyrsta bara, þú veist, sendu bara skilabóðum það að þú farir til íþróttasálfræðings eða hugarþjálfara eitthvað, það er ekki eitthvað veikleikamerki, það er bara eitthvað sem ég vil á gerir því að það gerir það betri íþróttamannsku svo er náttúrulega bara vera aðgengileg, við vorum að tala um þetta áðan þú veist, að
bara hafa þannig væpa að íþróttafólki vilji koma til þín skilur og þú setur að láta íþróttafólkinu líða vel í kringu þig skilur það er samskipti það er lykilatriði og svo er bara að hafa í huga þetta sem við erum búin að tala varðandi sjálfstraust til dæmis við vorum að tala mikilvægi þess að íþróttafólk vilji fara út fyrir þægindarhringinn og þurfi að stíga út fyrir þægindarhringinn á framfarasvæðið sem þjálfari verður þú að hafa það í huga þú þarft á því að halda að leikmennir farið þangað þannig að þú þarft að huga að því í öllum þínum viðbröðum við mistökum til dæmis og í öllum þínum samskiptum við leikmenn ertu örugglega að byggja og styðja leikmennin út fyrir þægindarhringinn ertu að hvetja út fyrir þægindarhringinn eða ertu að letja út fyrir þægindarhringinn með því einhvern veginn að þannig að þetta svona þetta eru punktar sem að eru svona efst í huga En eins og fyrir foreldra að minnst ég oft að sjá núna að fólk er ofta að tala að það er leikur eða keppni eitthvað gekk kannski ekki nógu vel hvernig eigum við foreldrar að hafa okkur eins og bara leiðin heim erum við margir tala að við erum ekki að fara analysa leikin að segja hvað þú áttir að gera betur og eitthvað svona þannig að einhver ráð fyrir okkur foreldrana Já, ég held að foreldrahlutverkið er mjög mikilvægt en ég held að það felst svona mest kannski í því að vera einmitt bara svona eitthvað safe corner að ferðin heim þetta er mjög klassískt hún á bara einhvern veginn að snúast það að taka utan barnið eitt og láta því líða vel og láta því ekki líða þannig að ástín til þessi bundin í framistöðu á fótboltavellinum eða handboltavellinum eða hvað íþróttavelli sem er þannig að það er það sem er svona bara fyrst í fókusinn skilur ég meina bara númer 1, 2 og 3 hverskins taktískar leiðbeiningar eða teknískar leiðbeiningar ég myndi bara láta það eftir þjálfarunum það það getur líka verið og oft getur verið fyrrum íþróttafólk kannski sem er með börnin sín í íþróttum og það vill einhvern veginn svona svolítið fara að gefa leiðbeiningar og gefa skipanir og maður skilur það alveg en maður þarf líka alveg að hafa í huga að barni gæti verið að fá einhver önnur skilabóð frá þjálfarunum Mér langaði einmitt að fara inn á það og þá getur þetta bara verið mjög þá getur þetta búið til alveg hellingshugarflækjur skilur, mamma eða pappi segir þetta en þjálfarinn segir þetta, hvað á ég að gera á vellinum skilur, þannig að þá sem foreldri að ég segi skilur, þó að þér finnst þú vel vita betur, þá skuldur bara aðeins andóni maður og segja bara ok, fæn framistæðan á íþróttavellinum er ekki það sem skiptir mér mestu máli í fari basismi Nei, og það er kannski mikilvægara fyrir barnið að það fari inn á völlin og hafi trú á sjálfur sér á verkefninu heldur en að sé alltaf bara mamma sem er að gera þetta þjálfarinn er að segja hitt og það er líka bara, þetta er bara partur af þetta getur verið partur af einhvers konar spennustjórnun ég meina kannski pressuvert að setja barnið ef að barninu líður þannig að móttökuna sem maður fær eftir leik ef að leikurinn er ekki góður að það verður einhvern veginn neikvæðar móttökur að þá þú léttir leikinn svo miklu meira ef þú bara passar upp á það barnið veit það að það kemur alltaf heim í opinn faðm skilur, sama hvað að þá er það allavega eitthvað svona smá komfort ég veit það allavega eftir leik, sama hvernig fer sama hvort ég ger einhver mistök eða eitthvað að ég mæti heim í opinn faðm skilur Já, algjörlega. En hvað, nú ertu búin að vera í starfi sem hugarþjálfari í 10 ár, ekki? Hvað hefur komið svona mest óvart? Svona lítandi tilbaka að þá held ég að það sem hefur komið mér mest óvart að á 10 árum að þá séu við ekki komin lengra heldur en við erum komin ég er einhvern veginn pínu þar að því að ég manlega þegar ég var að útskrifast þá var ég að fá þessi samtöl bara já þetta er klúkt til að klára þetta núna, þetta er alltaf núna þetta koma sterkt inn í íþróttina þetta er bara, þetta er framtíðin það er allir orðin sem meðvitaður hvað þetta skiptir miklu máli í hausinn og hann er 90% af þessu og það verða
þú veist, öll þessi lið að koma með hugarþjálfara bara, skilur við og eitthvað ég ennþá bara 10 árum senna er ekkit rosalega mikið búið að gerast sko, ég verð bara að vera alveg hreinskilinn með það sko, þú veist við erum ennþá að senda landslið erlendis án þess að sé nokkur sérfræðingur í hugarþjálfun eða íþróttasálfræði sendur með sko. Ég get samt sagt þér að Hafrún Kristjánsdóttir núna með smá þjálfara, hún fer svolítið með á sig svona stærri mót sko, en það ekkert eitthvað en það bara, nei ég að segja það en þú veist við erum með sérsamböndin að senda landslið skilur við hinga og þanga alls konar mót en það snýr líka örugglega þessa peningum sko. Já, það snýra einhverju leita peningum sko. Stundu getur bara farið einn farastjóri með Já, en það snýra alveg einhverju leita peningum en það samt sem maður, ég segi skilur, ég pínu svona bara þetta peningadæmi ég pínu búið að missa mark sko, því að maður veit líka alveg að það eru peningar þú veist, það alveg peningar á ákveðnum stöðum og maður alveg horfir á peningarna að fara í alls konar hluti þú veist, á meðan að þetta einhvern veginn svona skilur, þú veist það einhvern veginn svona, þú veist, svo horfum maður einhvern veginn okay. Þannig að ég svona, og líka bara, þú veist, ég ekkert endilega bara að tala þú veist, þetta byrtist ekkert endilega bara í, þú veist, atvinnutækifærum, þú veist, þetta byrtist líka bara í, bara ofta tíðum, bara svona þessum hugafarslega þætti vera á lélegum stað því á íþróttafólki sko, í efstu röð sko. Já, kannski missed opportunity smá. Já, líka bara, þú veist, maður horfir á bara tökum, þú veist, núna tekið bara fótboltan sem dæmi, skilur, ég hef getið tekið hvað íþrótt sem þú veist, maður getur verið að horfa á leik og maður sér hugafarslega getu sem að mattsar á engan hátt við tæknilega getu eða líkamlega getu eða metnaðin sem settur í starfið skiluru eða öll GPS-tækin sem hengda á vesti skiluru sem þú ert að hlaupa með öll greining, fattar við og svo er þetta með hugafarslegan styrk sem bara mattsar á engan hátt við þetta þú ert bara með hugafarslegan styrk á við þú veist, 1 eða 10 ára fattar við þannig að maður hugsaði með sér, þú veist þetta svo mikið guttir þú veist, þetta einhvern veginn bara svona þú veist, þetta einhvern veginn bara svona látið slæta og maður hugsa bara, þú veist, ef þessi leikmaður væri líkamlega í sama formi og hann andlega, eða hugafarslega, þú veist, þú væri ekki að sjá hann á vellum, skilur, eða tæknilega, en við einhvern veginn svona gutturum frekar low quality hugafarslega. Já. Þannig að það líka bara það sem ég á við, þú veist, það oft quality leysi sem maður sér, ég segi oft, skilur, ég ekki að segja alltaf við erum til dæmis búin að sjá eins og ég sagði, tók stjórna sem dæmi í körni frábært dæmi, ég var líka mjög hrifin af einvíðinu kvennamein, Haukar Njarðvík ungu íslensku stelpunar í oddaleiknum þar hjá Njarðvík, Hulda Krista Gló sínd fáránlegan andlegan styrk þar, þannig að ég ekki að segja eitthvað, en maður sér bara maður sér dæmi skilur sem að maður bara svona hei, við erum komin lengri þetta og bara fáviska líka oft. En er eitthvað verkefni sem þú er unnið sem er svona meira í uppáhaldi heldur en annað svona eitthvað eftirminnilegra? Já, það er bara eitt verkefni sem að einhvern veginn stendur upp úr hjá mér sko. Það er Evrópumót í hópumleikum árið 2021, þetta var í rauninni mót 2020 og þetta var á Íslandi, var ekki? Nei, þetta var í Portugal. Já. Þetta var mót sem átti að fara fram 2020 í Köben en vegna COVID að þá var ég frestað og fór fram í Porto í 2021 og þetta er bara svona þú veist, þetta var bara svona draumaverkefni í rauninni, verkefni sem að mér alltaf dreymt að fá að vinna og ég er ennþá vona að fá fleiri svona verkefni sko, að fá að upplifa svona aftur sko. Segðu okkur. Að það er bara, þarna fékk ég bara þennan hóp, þú veist, þessi lið íslensku liðin ég fékk þau bara strax í undirbúningi fyrir mótið fékk að vinna með þeim í undirbúningnum bara fékk að setja bara upp prógramið og vinnuna sjálfur sem að fól í sér bæði fræðslu og líka innkomin og æfingar slökun og skynmyndir og annað slíkt þannig að þarna fékk ég að vinna svona svolítið náið með íþróttafólkinu í gegnum undirbúninginn og ég fékk að fara út með þeim sem að var geggjað sko.
og þetta bara eitthvað verkefni sem að stendur upp úr hjá mér, bæði vegna þess að ég segi, þetta var bara svona ótrúlega skemmtilegt verkefni, skemmtilegt að fá að vinna svona náið með þeim öllum, skemmtilegt að fá að vinna svona mikið með þeim, af því að yfirleitt að þá eitthvað svona budget sem segir bara, herri, þetta bara, við getum bara tekið 2 fyrirlestra hérna, svo, þú veist, en þarna fekk ég svolítið bara, herri, teikna upp bara það sem að fara að skila okkur mestum árangri. Þannig að ég fekk að vera með fræðslu, ég fekk að mæta á æfingar hjá þeim og fylgjast með þeim á æfingum, þú veist, ég náttúrulega komið úr handbolta, þekkti fimleika ekkert svakalega vel, sko, þannig að bæði bara fá þetta verkefni en líka bara fá að kynnast þessu íþróttafólki, sko, veist, og þarna mætti ég á fyrstu æfingun og ég hugsaði bara, þetta íþróttamennska sem ég hef bara ekki séð, sko. Nei, þetta er rosalegt, sko. Já, veist, bara hvað þau voru að gera og bara allt í kringum þetta verkefni, þú veist, allt í kringum liðin, bara frá fimleikafólkinu sjálfu, utanumhaldið, þjálfarar, bara fagmennskan út í gegn og bara svona þetta bara svona standardin sem að ég hef í hausnum og mér á bara svona afreks íþróttamennska, skilur að bara hvernig íþróttafólki mætti til æfingar, hvernig það vann æfingar, hvernig það hagaði sér, hvernig það hagaði sér úti á mótinu, svo það náttúrulega bara annað, skilur, annar draumur að fá að vera hérna á þessu móti, skilur, fylgjast með og fá að vera í kontakt við fimleikafólki á mótinu, bara frábært, sko. Að svo náttúrulega kvennaliðið var Evrópumeistari, geðveikt moment, en mér finnst það, þú veist, það var frábær árangur og það var náttúrulega risastórt, en ég var ekkit síður bara heillaður af juniorliðinum sem að þú veist, þetta voru krakkar í grunnskóla sem að voru að mæta þarna fyrir framan alla þessa áhörundur með bara hnútin og kvíðan sinn í manum, skiluru og mæta þarna og bara performa bara eins og stórstjörnur, skiluru þú veist, mæta fyrir framan þetta svið eða þú veist, fyrir framan þetta svið, skiluru, á völlin og bara fyrir framan allt þetta fólk eitt að hlaupa renning, skiluru, og að gera einhverja listir, skiluru það sem allt þarf að vera, þú veist, það er svo mikil pressa, skiluru þú bara byrjar með 10 í einhvern og svo bara pikka í allt sem gerir vitlaust þannig að þessi pressa á að lenda stökkunum fyrir liðið, skilur að bara hvernig þau díluðu við þetta og bara, já, ég var mjög heillaður þannig að þetta var bara, þetta ég segi það, þetta uppáhaldsverkefni sem ég hef tekið að mér að það var að vinna með þessum hóp og fá að fylgja þessum hóp út og ég, eins og ég sagði ég ennþá að vona að fá fleiri svona verkefni og fylgja landsliðum og einhvers konar mót og í undirbúningi. Herði, en Hreiðar Haraldsson, hann með haus.is og þið getur nálgast hann þar, hann líka með samfélagsmiðla, en annars ætlum við bara að þakka þér kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og þökkum samstarfsaðilum, Powerade, Lengjan, Auður, Nutrileng og Hafið fiskverslun. Ég allavega að fara núna að setja mig markmið og hugsa þetta í þrepunum. Mér finnst það áhugavert. Gekkja, frábært, þá náði ég alltaf einni mannski. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Gleðin með Silju Úlfars.